Þetta er verkefni 15 SUMIF á blaðsíðu F23. Þetta er síða 2. Ég er búin að setja uppfyllimerki á B-dálk. Ég setti svæðið í blokk, fór hér í number og upp á tæplínuna skrifaði ég @merkið, stjörnu og punkt. Þá fyllist línan upp með punktalínu og það skiptir ekki máli hvað ég breikka hana eða mjókka mikið, það helst punktalínan. Hér er ég búin að margfalda saman verð og magn og leggja tölurnar saman. Formúlan hér er eins og á síðu 1. Það opna hérna formúluna og það er sem sagt dreg yfir A-dálk og allar vörur sem eru merktar með B í A-dálki þá leggja þær saman í E-dálki. Og hér þarf ég að setja gæsalappir sitt hvoru megin við B, því það er bókstafur. Og það sama hér, ég get ekki afrita formúluna, en ég þarf að setja gæsalappir í kringum D. En allar vörur sem eru merktar með D í A-dálki, svæðið og skilyrðið, og þetta er það sem hún á að leggja saman, bara tölur sem eru merktar með D. Og síðan ætla ég að finna virðisaukaskattinn og þá er það sem sagt H2, talan sem er hér, mínus H2, deilt með 100% pluss 24% og hér þarf ég að hafa sviga af því að pluss og mínus skipta liðum. Og þessa formúlu get ég afrita niður. Hér setti ég sumufallið, lagði saman þessar tvær tölur og afritaði formúluna til hægri. Nú ætla ég að afrita þessa síðu yfir á nýja síðu og þá er ég með bendilinn yfir síðu heitinu. Ég ýti á hægri mús og fer hérna í Move or Copy. Þá fæ ég upp þessa valmynd hér og ég haka við Create a Copy hérna. Og ef ég vil hafa hann út á enda þá smelli ég hér á og OK. Þá fæ ég nýja síðu og ég ætla að afrita hana aftur. Move or Copy, Create a Copy, á enda. Nú ætla ég að gefa nýju síðunni heiti og raða eftir vörutegund. Má ekki hafa sama heiti, tvísmelli hér og raða eftir virðisaukaskatti og síðan eftir vörutegund. Nú ætla ég að fara hér, ég ætla að raða eftir vörutegund og setja þetta svæði í blokk, ekki fyrirsögnina og ekki samtals. Og ég fer hér í Sort and Filter og Custom Sort. My Data has Headers, það er fyrirsagnarlínan og ég ætla að raða eftir vörutegund. Þá kemur þetta svona. Svo ætla ég að fara hér á næstu síðu og gera það sama. Custom Sort og nú ætla ég að raða eftir tegund virðisaukaskatts. Þá er það hér, MAFSK og síðan eftir vörutegund. Þannig að ég fer hér í all level og bæti vörutegundinni við og OK. Þá kemur hér allt sem er í B, allt sem er í D og þessi raðað eftir stafrófsröð. Ég ætla að vista.